Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að fara að tala sjálfstraust og alls konar. Hingað til mín komin Sigríður Ólafsdóttir, markþjálfi. Velkomin Sigga. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Já, bara mín ánægjan að fá þig hingað í settið í fyrsta þáttinn minn. Mér langar til að byrja kannski á að spyrja þig, af því að nú þetta orð markþjálfun eitthvað sem að margir hafa heyrt, en ég ekkert viss að allir, það eru margir sem vita kannski ekki nákvæmlega hvað málið snýst. Þú kannski byrjar á að útskýra það í stuttu máli ef það hægt. Já, ef það hægt það áskorun. En ég markþjálfi, svo kallar PCC-vottaði markþjálfi og með fyrirtæki sem heitir Mögnum, þar sem með markþjálfun og fræðslu og ráðningar. Og markþjálfun svolítið svona svífur yfir vötnum í þessu öllu. Og markþjálfun aðferð og samtal á milli mín og þín eða mín og margra. Og viðmælandinn þá oftast með eitthvað vilja til þess að komast áfram með eitthvað. Já. Þannig við notum þessa aðferð til þess að skýra, skerpa, skilja, skilgreina, peppa okkur upp, sjá finna kannski sjálfstraustið í einhverju, hvað það þýðir. Og svo það þessi vegferð sem við svona svolítið teiknum upp saman á það alveg þínum forsendum. Af því að við erum svolítið að vinna með raunveru elementið þig, hvort sem það maður og mann eða þú í einhverjum hóp, þú sem starfsmaður á vinnustað á einhverju námskeiði. En þá svolítið þetta, setningi mín ég þarf komin að mögnum það sem í okkur býr, svo við eflumst sem við sjálf. Já. Þannig að þau ná í það sem við erum. Já. Og allt þetta falda og dulda og misskilda stundum, Já. Toga það upp. Akkúrat. Og láta það vinna með okkur. Fara inn á við og hleypa því út sem að blundar í okkur. Kannski svolítið það. Já. Og kannski fara að vinna við, en alltaf bara á þínum forsendum. Það ég fer aldrei neitt með fólk sem vill ekki fara sjálft. Nei. Þannig það bara, hvað þitt markmið þegar þú kemur til mín? Já. Og hvert leiðir það okkur? Og það bara, alveg þínar forsendur, Já. Þannig að ég ekki fara að krukka í þig eða gera eitthvað. Nei, segja fólk að gera eitthvað sem það vil ekki gera. Bara alls ekki. Nei. Ég reyna bara, segja aldrei neinum hvað hann á að gera. Nei. Af því að ég veit það að þú veist það miklu betur en ég. Já, þetta snýst að hjálpa fólki að finna leiðirnar að hlutunum. Og fá hvatninguna og finna það hér akkur þú viltu gera það. Og margir að streða við eitthvað markmið sem að bara það gerist aldrei ef það tekst ekki hjá mér og ég alltaf að setja með markmið og gerist ekki neitt. Já. Og þá spyr maður viðkomandi, en akkur viltu þetta? Já. Þetta rétt markmið fyrir þig? Einmitt. Hver hvatningin og hver driftinn og allt þetta sem hjálpar okkur til að láta markmiðin verða veruleika. Akkúrat. Taka öll þessi skref sem oft bara alveg geðveikt mörg og við veitum ekki alveg hvernig við eigum að nálgast þau einu sinni. Nei. Og ég veist að margir hafa einmitt fundið það kannski eins og í COVID og þessu sem við gengið á, því að margir náttúrulega kannski sett sér alltaf áramótaheit að alltaf loksins að láta þetta og þetta verða veruleika. Svo sá kannski margir það svart á hvítu í COVID að þegar það hafði auka tíma til þess að láta eitthvað verða veruleika sem hefur staðið til lengi, að svo var það ekki. Að það kannski eitthvað sem að vantar upp á, það ekki tímaleysi sem við kannski teljum okkur oft trúum að sé málið, heldur eitthvað annað sem að halda aftur á okkur. Já. Hver hvatningin og svo þessi forgangsröðun og sem aftur svo samspilið með hvatningunni, akkur vil ég gera þetta? Já. Akkur á ég að gera þetta? Og hvernig á þetta að þjóna mér og hvernig á þetta að koma mér þangað sem ég vil komast? Já. Og þá það líka þetta að þetta komi frá mér en ekki að því einhver aðrir segja ég ætti kannski að gera. Nei. Og svo framvegis, Að það spretti frá manni sjálfum. Það alltaf vænlegra til árangur. Já. Miklu skemmtilegra líka oftast. En það þá oft kannski sjálfstrausti sem heldur aftur af fólki það nefnilega, þetta náttúrulega risa orð. Sjálfstraust, sjálfsmynd, alls konar. Og í grunninn náttúrulega maður hugsar það að sjálfstraustið ekki, snýst ekki hvað maður getur, heldur hvað manni finnst það sem mann getur. Já. Hvernig ég sé, hvernig ég túlka það sem ég get. Já. Sem svo oft á skjön við það kannski hvernig aðrir sjá og trúa því sem ég get. Já. Þannig að, og það kannski talar svolítið við þetta ef einhver sest í stólinn hjá mér og
er ekkert meðvitaður möguleikana sína eða sér ekki einhverja hlið á sér eða trúir því ekki að hann sé góður í því sem hún finnst hann eigi að vera góður. Já. Þannig að markþjálfun er líka oft svolítið einhvern veginn að draga það upp og setja á það athygli og peppa og hvetja og svona þetta svona eins og oft þessi samlíking sko, svona persónuleika eða andlegi engaþjálfarinn sko. Já, einmitt, það er skemmtilega. Að því sjálfstraustið er náttúrulega líka oft sko, veitum það kannski, það er bara dagamunur úr því stundum. Já. Ódreikna leikin alveg bara algjör sko. Einmitt. Þannig að stundum finnst manni maður bara geta sigra heiminn og svo vaknar maður kannski svona norðan garra næsta dag og það tekur ég ekki að fara fram úr nánast. Já. Einmitt. Nei, það er alveg rétt og eitthvað sem er þess vert að gefa gaum alveg eins og líkamlegu heilsunni að byggja sig upp þannig. Já. Hvort sem það var það sjálfstraust eða bara einhver önnur atriði sem fólk vil vinna í. Já. Og það er þetta sko að ég held oft námskeið sjálfsmyndina og sjálfstraustið og þegar ég spyr fólk í hvað aðstæðum vildu þið helst hafa meiri sjálfstraust? Já. Og þá er svo algengt að komi auðvitað þetta að kannski standa upp og tala fyrir fram að fólk en hitt sem er líka mjög algengt að segja ég langar að hafa sjálfstraust til að segja það sem ég finnst. Já. Til að segja skoðun mína, til að láta að vera á fundinum og ég ætla að segja hlutina sem ég langar að segja og þannig þetta er svona einhvern veginn að hafa sjálfstraust til að sýna sjálfan sig. Standa með sér. Bara svona, getum farið í allar þessar klísjur, þetta eru við, sko, sem við erum alltaf að berjast við. Og klísjur náttúrulega oftar en ekki klísjur að því þær eru sannar. Að þeir eru sannar, sko. Akkurat. Þannig að þetta hafa hugur ekki bara til að vera maður sjálfur og svo kannski eitthvað þar á undan og þú bara, hver er ég þá? Þú veist, hvað er það sem á að sjást og það allt saman, sko, sem stundum fólk er með alveg á tæru. Já. Eða jafnvel ekki. Ekki? Já. Nei. Þetta, við getum talað þetta í allan dag og ótrúlega gaman að fá þig hérna til mín í þáttin. Ég vildi að við kæmumst yfir meira. Pantum við bara aftur. Já, heldur betur. Dásamlegt að fá þig hingað til mín. Sigríður Ólafsdóttir, Sigga, markþjálfi og ég bara vona sem flestir leiti til þín sem finna að þeir þurfi á aðstoð í þessum efnum að halda og bara gangi þér sem allra best. Þakka þér og sömuleiðis til hamingju með fyrsta þáttinn. Takk fyrir.